Fútbol í beinni frá Hamraborginni Túborg 10. Túborg auðvitað sér jólabjórin, langvinsælasti jólabjórin á Íslandi Túborg jólabjórin og hann fæst í heimkaup sér jólin fyrir þig og þína fjölskyldu. Pantur á heimkaup og farið sent með Volt. Ég með 2 snillika hjá mér sem að þekkja Lundúnir inn og út. Nú Hjálmar Örn sem að kannski þekkir reyndar kostar þér sólaðins betur. Já. Og Gunni Birgis. Já. Gunni Ninja eins og ég kallaði þetta. Því að ég ferðaðist með hann til hérna, hann fór og sótti 3 púnta á Emirates-völlin. Hann mætti á leikdegi og farinn bara klukkan 6 morgunum daginn eftir. Það var bara svona. Já. Hann bara mætti to do a job, syngja og tralla. Ég kallaði þetta viðskiptaferð. Já. Without a trace. Já. Algjörlega without a trace og það var rosalegt að sjá hvernig hann og svo hann náttúrulega, hann mikill Stansted maður. Hann heitir harðasti Stansted maður sem hann ennir ekkert í London Stansted. Já. Hann heitir þeim. Já, ég var að segja að sko, Stansted kemur óvart. Já. Kemur óvart. Og hann að setja rosa peninga í hann núna. Já, það ekki? Þangað flýgur playið mitt, það Stansted. Þannig að Gunni harður Stansted maður og þetta hlýja viðmót? Það viðmótið á vellinum. Ég get svolítið tekið undir það. Fitnessport með doktorfútból, það gjafabréfið þar. Ég var að segja sko að doktorfútból, ég sagði við vinni mína, við erum með spikfeitan þótt í dag. Já. Bara spikfeitan. En það breytist á nýja ári. Þá erum við allir einhvern veginn að fara að snúa við blaðinu. Jafnvel fyrir Hjörvar, jafnvel fyrir. Ég byrjaði. Það sem ég að hugsa að stíga inn í jólin. Og það á ekki að vera hægt stíga þá í heilsuátak. Já. Á ekki að vera hægt. Það á ekki að vera hægt. Ég gera það. En við köllum þetta ekki átök, við köllum þetta lífstílsbreyting. Og málega að það að kaupa gjafabréfin og allt svoleiðis. Þannig að eina sem að við viljum þessi jól eru gjafabréf frá Fitnessport. Það sem við getum fengið stöfið okkar. Því að við erum jú með einn allra feitasta þáttinn í bransanum í dag. Spikfeitur þáttur framöndan hjá mér. Nú Dominos, það voru heldur betur fréttir af Dominos í gær. Nafni farinn yfir til N1. Það risa sæning sko. Já, Hafleðarsson þakkaði fyrir sig hjá N1 og komin yfir til þakkaði fyrir sig hjá Dominos og farin yfir á N1. En ef ég þekki mínum en Dominos rétt þá haldaði nú alltaf sömu stöndurdum og haldaði áfram að gera sitt allra besta. Það er ferli. Þetta er bara ferli. Já. Tjekkland byrjuði að sko 50% afsláttur og segir að doktorfútból hafi sendt þig. Herri, drengir, tölvutek. Það fór ekki fram hjá þeim að ég fór með Gunnar Birgisinni á Emirates-völlin í vikunni. Og við ætlum að sjá þetta sýningu mark. Því að þetta hér eina deildamarki sem Íslendingur hefur skorað fyrir Arsenal. Rétt. Þetta Siggi Jóns að skora fyrir Arsenal á móti Queen's Park Rangers. Og sjáum hann hérna, hann leggur hann bara hérna innanfótur hérna, sjáum við. Þetta þarf ekki að vera flókið eins og við segjum stundum. Þetta silk. Já, þetta silki. Sko, og Siggi auðvitað mikið meiddur því miður en náttúrulega stórkostlegu leikmann keyptur náttúrulega þegar þeir eru Englandsmeistarar hérna Arsenal og það að segja var hann keyptur sumari 89, það held ég. Allavega, hvaða 3 lið þjálfaði Siggi í efstu deild á Íslandi? Hvaða 3 lið þjálfaði Siggi? Já, í efstu deild á Íslandi og ég myndi á það að það eru frábæri tilboðsdagar, græjujól eins og við köllum þetta, gleðileg græjujól segjum við því á tölvutek. Þetta er Ía. Hann hlýtur á að þjálfa Ía. Bara 3. Já. Ert þú með Nei, sko, málið það. Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað... Hvað ár er þetta? Þetta er bara... Þetta er ekstra hann að kringum 90... Upp á 2000. Já, 99, 2000. Upp úr 2000? Já. Þetta er sko, það er eitthvað lið sem er farið þarna upp og er farið niður. Hann hefur tekið eitthvað svona... Þetta er ekki Víði Garði, sko, þeir voru þarna einhvern veginn efstu, sko. Þetta er eitthvað svoleið, skilur við. Já. Þetta er eitthvað þannig, er það ekki rétt hjá mig? Nei, kannski ekki alveg. Ég er réttri leið. Þið eru með 0 stig. Þetta eru greinlega miklu Sigga Jóns. En Þróttur Reykjavík. Arsenal legend. Þróttur Reykjavík. Nei. Þetta er nú við. Siggi Jóns í Þrótt, væri það ekki eitthvað mjög sérstætt? En ég meina hvað minna skrítið að hann var í FH eða? Hann hefur þjálfað FH. Þetta er bara, það er hárrétt. Hann tók FH. Hann var með FH 2002. Ok. Komdu með einhverja vísbendingu með hint. Nei, eitthvað svona klókt. Hefur aldrei þjálfað í að efstu deild? Nei, það er hann ekki hefur bara verið aðstofamaður. FH, Valur og
Já, þú ert bara að giska eitthvað í loftið. Nei, F.A. Valur og Já. Nei, Fram. Nei, þetta er, þú veist með 1 stig. Já, hvað er þetta? Þetta er F.A. Það er að sjá svo Víkingur. Hann er auðvitað maðurinn sem fer með Kára og Sölva til Djurgården. Og svo er þetta vinabæri Dóttur fútból, Grindavík. Það er svoleiðis. Já, þannig að, og hann hætti þar þegar 2 leikir voru eftir og Magni Fannberg tók við. Það er 2006. Changing of the Guards þar. Hvað segirðu? Changing of the Guards þar. Gunni var bara að segja ykkur í efstu deild, sko. Ég var allan að reyna að hugsa eitthvað, sko. Verði því miður að játa mig alveg. Já, þetta er líka bara allt í lagi. Það er líka bara allt í lagi. Það er bara allt í lagi að játa sér stundu sigra. Við ætlum að páraka með Dynout. Dynout.is með yfir 300 veitingastaði og auðvitað með veitingamann ársins þar. Tómas Þóróttsson á Mar var að opna Mar í Reykjavík. Það sem að, var ekki Reykjavík Mýtar? Já, er þetta ekki það? Sé á þeim stað, það er location. Já. Það er nú aldrei að vita nefnir kíkið til hans á morgun. Ég er að fara að fá einn ískaldar. Já, Dynout getur keypt gjafabréfin þar, góðu matur og góð upplifun segi ég. Sko, Hjálmar, við vorum að ræða söknuð daginn. Já. Og þegar vorum að ræða Frans Mitterrand og svona þessa leiðtóga sem við heldum allt svo mikið upp á. Jú. Sá Sesku. Já, sjá Sesku, alltaf sem kalla. Já. Lið sem þú saknar úr efstu deild í Englandi. Já, hvort vilt að ég byrja sem sakna mest eða minnst? Eða þú veist, af þessum topp 5? Topp 5 byrjaði sem minnst og það verður síðan meira og meira. Já, það sem ég held. Ok. Númer 5. Sko, ég ætla að byrja því að segja samt tvennt. Ég sakna alls ekki Vikan og Huddersfield. Nei. Það sé á hreinu. Er ekki sammála með það? Jú. Það eru leiðilegustu fucking leiki sem voru. Það var á þessum blessuðu Vikan og Huddersfield. Já. Ok, ég ætla að fara í, sko, Coventry City. Það erum við með nostalgíuna, gömlu góðu. Það er eitthvað við Coventry ég sakna þeirra. Highfield Road, Já. Subaru-auðlýsing framan á. Þetta var svona eitthvað, það var eitthvað moment þarna. Og þó þeir eru að fara illa með Tottenham á sínum tíma í einhverjum bikarúrslitaleik, sko. Svo er það Bolton Wanderers. Já, mikið Íslendingaklúbur. Já, Íslendingaklúbur og líka einhvern veginn Bolton Arsenal. Já. Það situr svo tími sem voru erfiði leiki fyrir Arsenal. Heldur betur. Og þar vöskuðu þeir titlinum 2003 þegar Martin Keown gerði sjálfsmarki fræga. Já. Þannig að það er þarna og síðan fór ég strákar í, þetta er sérstætt, ég veit ekki hvort að Gunni mann eitthvað eftir þessu. Nei. En það var lið sem hétt Wimbledon. Það var Crazy The Gang. Dons. The Dons. Já, og þeir voru Crazy Gang. Já. Og þeir voru rugglaði, sko. Þeir voru ekki rugglaði eins og þið unga fólki heldur einhverju sem rugglaði þetta. Þeir voru alveg rugglaði, sko. Það er saga af Vinnie Jones, þess að hann taka polkaskóin, lyfta hann upp úr grasinu, hann liggur eftir eitthvað tækling fyrir honum og hann tekur undir the armpits og rífur í hárin á hann. Hérna, rífur í hárin undir og þá er hann að reyna að slá frá sér og þá far hann rauðspjaldað ykkur leikmaður, ég veit maður hvort að polkaskóin er að það voru svona rugglaðir. Dennis Weiss var að lemja leigubílstjóra, þeir eru alveg rugglaðir. Númer 2 erum við að fara í, þarna fer ég í Swindon Town. Já. Þeir voru 1 ár í deildinni, litla hrunið. Já. Þeir eru neðsti núna í League 2. En af hverju saknar þið þeirra? Ég saknaði þær aðalega vegna þess að sko, mér fannst bara sjarmi yfir sko, bara þessu, hvað þetta var lítið allt. Já. Ég held sér 15 eða 16 mann völlur. Vissu hverju að þjálfari í höfum, hana? Glenn Hoddle kom, já, það ekki? Jú, Glenn Hoddle. Hárið rétt. Já, Glenn Hoddle. Og síðan er það nummer 1. Og þetta er aftur lið sem er gjörsalega horfið. Já. Og þetta er ástæður þessu. Því að 93 fer ég á hana leik og það er Oldham Athletic. Já, Oldham Athletic. Tottenham vinnum Oldham 5-0. Ég er með einu frá Jordaníu með mér á leiknum og einu frá Bilbao. Og við sittum hann í ensku skóli í Oxford í Englandi. Og við sittum á þessu leik 3-0 eftir 8 mínútur. Wow. 3-0 eftir 8 mínútur. Hvað gerist? Sama á móti Vestam, Arsenal Vestam hún melkina, Vestam Arsenal 3-0, 4-0 slöknar á leiknum. Ég held að það fari 5-0 eða eitthvað. Bara slöknar á leiknum. Sko, það er ákveðin lið af því að við sjáum QPR hérna. Ég var að fara að segja, það er náttúrulega galið að vera ekki með QPR. Nei, það er Loftus Road er náttúrulega bara einhver skemmtilegasta völlur sem þú ferð á. Já, sko, ég fannst svolítið þegar Luton fór upp. Já. Þá held ég, já, geggja Luton. Svo var ekkert eitthvað, það var ekki alveg eins og fór Luton og gerði upp en Luton hafa aldrei verið með einhverja svona, þú veist, hérna. Hvað sagði nú? Þeir hafa verið með hvað? Aldrei verið með
skemmtilega gæja við stjórnvölinn og skemmtilega gæja í liðinu og eitthvað svona Mick Hartford og fleiri sko, þeir eru frábært lið sko. Liðið hjá QPR hérna í kringu 2010, þetta er bara uppfyllt af skemmtikröftum, Adel Tarabt og Samba og en ég er að fara miklu lengra Ég er náttúrulega norðan maður þannig að Sunderland, það er lið sem ég svona vil fá aftur ég voru að lista hjá mér Eru þeir ennþá að gera Sunderland til þetta til að komast eitthvað upp? Sko það er skemmtilega, síðast serið er mjög skemmtilega Eitt lið sem ég sakna alltaf Ég ætla að segja, Portsmouth Er það ekki? Jó, það er alltaf stemning á vellinum Sheffield Wednesday, miðvíkudagsmenn Absolutt, ég er alveg sammála það Það eru miðvíkudagsmenn sem ég get ekki tekið undir það Svo horfi ég aðeins í Jórvíkuskýrið í hérna Leeds af því að það eru þessi góðu stundismenn og það er þessi miklu læti kringu klúbbin Ég hugsaði bara svo stutt sem voru þannig ég ekki byrjaði að sakna þér og ég veit að koma upp aftur Þeir koma alltaf upp aftur Bradford var lið sem ég sett á listan Já, þínir menn í Bradford Dean Winters, var hann ekki þannig? Jó, hann var þarna Saknaði ekki Charlton? Þessi London-lið eru þau alls svona Ég saknaði Charlton, ég hefði saknað Charlton þá til ég fór að þau vollinu sinni það er bara ömurlegu völl Saknaði maður ekki eitthvað millispor heldur en Charlton Baró Það var gaman að Ravanelli og félag, það er skemmtilegt sísón mjög gott sísón Heyrðum við öldum áfram og Auður býður upp á hæstu fyrirtækjavextina óhæð uppæð 7,5% á sparireikningin fyrir fyrirtækin í landinu Sko, ég vil bara adressa þetta Tottenham dæmi bara strax hérna, Hjálmar á tap í gær Hvað gerist? Já, þetta er náttúrulega bara, ég ætla að segja það samt hérna með fyrirvara, ég var að skemmta á Sjálandinu horfði ekki á leikinni í beinni, þannig ég tók hann svona í klippum kvöldið þegar ég kom heim ég veit ekki hvað að gera sko, það er búið að, þetta er svo skrítið ég skil samt ekki þetta dæmi að vera að taka sonn eitthvað, að vera að hvíla menn eitthvað í midweek fixtures eitthvað, taka á freka bara út að vera svona rosalega þreytti sko, við þurfum bara allra sterkasta liðið alltaf núna við getum ekkert verið að gera eitthvað tilraunir hana ekki neitt hann Grey hérna var í bakverðinum og þetta er svona, ég veit það ekki þetta var leikur sem ég held að myndi ekki fallið þessa grifju núna því að var eiginlega of augljóst að myndi fallið þessa grifju þetta var eiginlega allt benti til þess að Tottenham myndi tapa þessu leik það er að nei, nú vinna þér nú töpu þér Postecoglou fyrir að rífast í stuðnismenn eftir leik sko, hann er ómikill emotional Hvað kallar það? Postecoglou? Já, Postecoglou Hættu hlærgunni náttúrulega Fannst þér að ganga yfir strikið að kalla Postecoglou? Ég er hans maður Ég er náttúrulega einn að fái Daniel Levy maður á landinu sko. Þannig að ég veit ekki ég fæ mikið heit fyrir það en ég ætla samt að segja er að menn verða að passa sig líka verði rólegir Hörður Ágústsson vinnu minn hann var hann trilltur á Twitter í gær með 11 fæslu bara það sem hann bara hann fer alltaf á taugum Meltdown það er bara meltdown ég þarf alltaf að heyri í honum og segja bara ertu rólegur hvað gerist helgina við vinnum ekki Chelsea 4-1 þetta er alltaf eitthvað svona það væri mjög svona ef við skoðum bara síðustu vikur og mánuði hjá Tottenham þá verður það bara mjög eðlilegt að vinna Chelsea helgina en sko svo er annað í þessu að það er sko ég veit ekki ég held er að Tottenham getur ekki verið að berjast í deildinni og taka málma og það er það sem er að fara að gerast við erum ennþá í öllum byggarkjörnum við erum fullu í Evrópudeildinni bara gengur fínt FA Cup, ég verður ekki byrjað alltaf fáum utandeildarlið í fyrstu umferð útivelli, neðri deildarlið jú, það er utandeildarlið og síðan hérna erum við í League Cup róa sér á heimavelli Sko, það var einn annar leikur í gær þar sem að kannski varmettast að liði dildina á vissan átt Fulham unnu Brighton auðvitað hefðu bara getað svona stimpla sinni í meistaradeilda bara áttur að alvöru einhvern veginn með því að vinna hann leik og gerðu nú alveg þú veist fannst þeir nú ekkert lakari aðelin í þessu leik en auðvitað 3-1 bara þú veist þá var rosaleg gjöf þarna fyrsta markið svakaleg og þá breytist svolítið tempóið í leiknum fannst mér en þú veist ég held að hérna Brighton með alveg og hann sagði það náttúrulega líka Húsler eftir leika þeir hafi gert nóg sem að ég er svo sem alveg sammála en ég er alveg sammála þetta Fulham-liðið er skemmtilegt og bara mikið að skemmtilegu leikmönnum í Fulham-liðinum og þá sérstaklega maður sem að skein svolítið skemmt í gera Alexi Iwobi Já Hjálmar, þú sagðir ákveður sem maður ekki ennþá í Arsenal Já, ég var hissa heldur geta nýtt hann bara sem dæmi Já, en hann kannski ekki nógu sterkur í loftinu Það getur verið, einmitt Nýtt hann hvar? Bara kantur Í byrjunliðinu Fyrir hvað? Já, getur tekið Martinelli bara
tökum hann út sko, ég ætla að segja sko, en það er einmitt málið ég held að Arsenal, við förum kannski yfir eftir, ég veit það ekki þess að hotspinnur hérna hjá Arsenal og þetta sko ég ætla bara að segja ykkur eitt teikna dæmi upp sem verður núna næstunni að ég ætla bara að teikna smá bara scenario og smá sögur sem verður það verður tekið, ok, þetta Arsenal ég ætla að byrja að rósa fyrir hotnið þetta er geggjað, það er bara engin spurning, ég aldrei sé svona en þetta verður tekið á þessu einhvern veginn Tekið á hverju þá? Það verður núna, ég skal lofa ykkur í það verður farið, ég skal bara, 2 leikir eitthvað það verður farið í myndavélar, það verður fundið brot og þetta, núna er þetta að vera búið það er ekkit eðlilegt að lið sig að skora 20 hvað er búin að skora, 22 mörk eða eitthvað hotspinn Þetta er svolítið fyndið Ég er ekki að segja samt að þetta er lélegt, ég er að segja að þetta er frábært Þetta er komist af því að maður sá hérna mikil umræða á samfélagsmiðlum og annars slíkt þetta er svona hvað pönditar geta oft tekið umræðan í einhverja ákveðnar áttir við séum Dimita Berbótöldur með stalum þetta Stoke City dæmi og eitthvað svo leiðis það var verið punktur en þú veist, oft er kannski ekki eitthvað brjálæðislega fótu fyrir því að nefna eitthvað svona því að fyrir leikin á móti Manchester United að þá voru Manchester United, Chelsea og Arsenal öll með jafn mörg úr fyrstu leikatri eða hotnum þar að segja Ég er samt hissa en ég veist samt að ég er samt að segja það er eitthvað, alltaf þegar það er svona mikið gaman þá kemur alltaf mamma inn í herbyggja og segist krakkar róið ykkur Mikið gaman þá að Arsenal var búið að skora 5 mörk úr hotspinnum fyrir leikina mot United þessi litla atriði sem er að íta aðeins á bakki á einhverjum er að ég skal lofa ykkur, fylgjast þið bara með 2-3 árum fyrir, það voru góðið myndavél og eitthvað dæmst Stráka, við ætlum að gera upp þessu umferð bara með Kia það er hiti í manni Já, það er hiti í mannskapnum og það er hiti í sætunum hjá Kia og stýrinu hins vegar, hver á bestur í þessu umferð? Þetta var svolítið svona Sko, Alexei Vóbi kemur klárlega til greina Eða að setja þetta á Mo Salah var náttúrulega skora Ashley Young kemur alveg líka til greina ég held að sé þú kom nafnið ég held að sé Ashley Young Hann var frábær Elsti leikmaðurinn í sögunni til að skora á beint úr aukaspyrnu og hann er að fara að mæta syni sínum í síðan FA Cup töfrarnir í þessari keppni eru aðeins of miklir En Kungu var frábær En Kungu var mjög góð, það er hárrétt hjá þér ef við höfum svo bara stjóra David Raya var náttúrulega geðveikur tekur þessu vörslu Stjórin Er eitthvað stjóri sem að svona poppar upp er það ekki bara Rúdvan Pep fyrir að snúa þessu við, snúa genginu við Rúdvan Nýsturlögi er gott sjátt Já, 3-1 sigur á Vestham Sáu þið þann leika það? Það var rosalegt það var alveg svakalegt Leicester er örugglega lélegasta liðið í deildinni það sáður kannski það eru sko unnir 3-1 það er ótrúlega en í Vestam eru ruglunu Íra Óla kemur líka alveg til greina Íra Óla, já afar samfærandi sigur á Tottenham og við sjáum hér að Vestam náttúrulega eða við sáum að Vestam fengur náttúrulega alveg hauga færi við förum betur í það eftir þegar við förum í preview á söndu saman Sony með bestu sjónvarpstækin 98 tóman fyrir þig og þína fjölskyldu af hverju ekki segi ég sumir vilja fara í 65, aðrir í 75 svo er það Gunnar Birgisson sem er með 32 tómundar og lætur sér líða vel og það er bara að sjá fegurinn í því einhvern veginn það er gaman að fara á fótboltaleik í Englandi ég ætla að taka einn smá travelspjallu eina vesinu við að fara á fótboltaleik í Englandi finnst mér að það sem maður ætti í raun og vera undirbúar um að fer á leikina er travelið heim af leikin Hárrétt ég hef, maður náttúrulega margótt farið á White Hart Lane og Seven Sisters, þetta langa rölt þangað þegar maður oft farið á Emirates, mjög oft ég nenni ekki alltaf í þessu túpi mér finnst ekki mikil borgarupplifun að vera alltaf einhvers staðar onni í einhverjum kjallara og þetta er eiginlega allstaðar svona ég meina, þegar maður fer á Wembley þá þú veist að þessi röð þarna í lestina og allt svona það er eiginlega eina sem að mér finnst svona ekki skemmtilegt upplifunina er travelið heim en maður ætti kannski bara að gera meira af því að vera lengur á vellinum það er það sem ég ætla að geta og bara borða eins og ferða á lokal pubin tekur stemninguna þar í lokleiks sérstaklega af unnið og annað býður þetta af þér, þetta er ekki nema 1,5-2 tímar býður þetta af þér það var allir farnir sko 4-5 öllarar kemur út, þá býður bíl eftir þér 6-7 manna bíl það er PlayStation í bílnum kaldur á kanti
Já, ég er ekki kannski í þeim budgetbílum að vera með PlayStation í bílum En margir saman 6-7 Það má eins og hrósa veitingavögnunum á leiðinni á Emirates-völlin því að þar þeir með þessa borgara með lauk og þeir sko setja vel af lauknum alveg mjög vel á hún sem gerir þetta allt svona mjúkt og gott Veist ekki hvað ég er búin að borða mikið svona burger sem gerir til að og þetta alltaf sem helst vombrið ég er alltaf bara og sinnebið sem alveg svona sem hreinsar einhvern veginn allt skondunarkerfið sko það er gaman að ræða ferðalög á leiki í enska boltanum því að við höfum allir farið nokkuð oft sko ég var náttúrulega grjótarðu premjörinn maður í mörg ár þegar ég sá fjólubláu bygginguna þá hugsaði ég bara Solskjær Silfri á Vog það er bara hannig en svona svo er maður núna sko það er alltaf einhverjum flottur efla sem við lifum einhverjum flottum hótelum sko það er komið þýst premjörinn það heitir Motel One sem er svo snirtilegt en ódýrt mjög snirtilegt ég get alveg sagt að premjörinn kannski ég geti alltaf eitthvað geðið snirtilegt en bara fjólublái liturinn hann dró mig að ég þarf að fara með ykkur við vorum að fara á þessar fyrstu ferðir við félagarnir að þá vorum við alltaf að taka hostel sem heitir Klink 82 eða eitthvað svo leiðis sem er hostel nálægt Piccadilly við opnum hurna þá gengum við bara beint á vegg sko inn í herbyggið Jesus, ég er bara búið með þetta ég get þetta ekki að koma niður í 50s aldur ég get ekki verið að sofa í einhverju rúmum þetta er ekki sagt að við myndum að fara ágæð í dag en þetta var upplifun og sín líka þegar þú varst að vera til Kosti Sól varst að flottustu hótelum á Kosti Sól ég var ágæðis hótelum var það á Marbella? Þegar Kosti Sól er svo stórt svæði það var ekkit rætt um Marbella en það var ekkit talað um það var ferðið til Gibraltar alltaf tók alltaf Gibraltar en að því að þetta er svo stór skæi þetta Costa del Sol að náttúrulega Marbella er inn í það var ekkit ég held að það getur vel verið að hafa verið við vorum ekkit varað það sko og þá voru bara það voru blöði flugvélum þá sko þú komast heim tókstu blöðin einmitt taka fréttablaðið lesa alltaf fréttablaðið nei bara mokkinn og þjóðviljinn og eitthvað tíminn Ég náði tímanum sem var bóðið upp á fréttablaðir og gestir það var enda Moggin var enda líka ég veit þú vera átt á þýkunni að Íslendingar fóru alltaf í 3 vikur í sóllandaferðir og svo beið blaðið og þú veist pabbi kom heim og las öll blöðin þessar 3 vikur þetta er satt bara daginn eftir var bara verið að fara yfir þetta minningagreina þetta var svo en pæli hvað þetta er gaman að bara taka ekkert social media í 3 vikur þetta var gott að þessu þau hefum allir gott af þessu það eru klettur auðvitað með Goodyear dekkin Goodyear eru örgustu dekkin að mati okkar sérfræðinga og þetta er auðvitað mikilvægasti hlutin því að þetta er snertingin við veginn eða núna við snjóin einmitt þetta er ekki við snjóin herru, ég veit að þeir eru báðum mjög spenntir það er háum félagslega og það er strax í sumar ég er meira spenntur en margir aðrir held ég þetta er í júní, byrjar í júní og ég svona, vitið hvað tími verður á leikjunum er þetta daytime? Nei, þetta er kvöldin þetta er í the States þetta er í Ameríku, já, það er rétt þetta er þá seint á kvöldin og mögulega eitthvað á nóttinni það er einhver sjarmi við þessu miðnættur sól á Íslandi og orðatóður á góða leiki sko, það sem að það verða líklega ekki mikið fleiri sko, þarna eru auðvitað lið allstaðar aðeins náttúrulega og allt svo leiðis það sem að við gleymum okkur oft í hér í Evrópu að við höldum að fótboltinn sé í frábæru málum út allan heim sem hann er ekki fótbolti er náttúrulega bara liðin í Afríku og Asíu og annars slíkt vilja fá þessi verkefn þetta er það sem að þessin er líka verið að stekka HM landsliða og allt svona ég held að þeir sem að bara Infantino og allir hugsa með þessi, verðum að fá Kína við verðum að fá Indland við verðum að fá þessi stóru þjóðir í Asíu inn en maður skilur alveg líka að þessi bestu leikmenn í bestu liðunum í Evrópu séu bara, erum við aldrei í fríi eða? Það er náttúrulega rosett workload á þessu gæja svakalegt sko en þetta er á svo fáa leikmenn í heiminum þetta er á nefnilega mjög fáa leikmenn og á þessu topp leveli þar sem menn er að spila kannski
hvað var City að spila upp á það mesta 55-60 pluss leiki meiri 60 pluss En svakalegt álag Já. á meðan að þú ert með gæja sem að koma þarna frá Al-Hilal, Al-Ali þetta kannski alveg töluvert minna álag á þeim stöðum þar sem þeir geta líka dreiftis út því að lögustu leikinni þar eru náttúrulega mjög auðveldir en Al-Nassr hvergi sjáanlegt reyndar Sko ég veit alveg fótboltinn er hraður og allt það en var í gamlanda og meira sko en þá mannst nú samt eftir það voru 24 liðin í efstu deildi í Englandi 46 leikir og menn voru kannski með 20 manna hóp og kannski spiluðu 14-15 allt sísón 50 sem harðari tæklingar og hræðilegi vellir og svo eitt sem að fólk fattar ekki með enska boltan er að sjúkraþjálfarar í enska boltanum voru yfirleitt bara eins og ég og Gunni Birgis værum sjúkraþjálfarar, þetta voru yfirleitt gaurar sem vildu bara einhvern veginn hanga áfram inn í klefanum tók eitthvað eitt helganámskeið og þeir kunni ekki neitt oft á tíðum og bara það er geggjað sögurnar af þessum fysjó sem að voru þarna í gangi á þessum tíma held að Norman Whiteside af einhvern óvænt orðið fysjó bara tók þetta námskeiðið og menn voru að hella þetta í köldu vatn og öklan á mönnum það var bara kallt vatn en þarna var eiginlega munurinn til dæmis eins og við Suður-Evrópu eins og við Ítalina og svona, þeir voru fannir að pæla eitthvað aðeins í þessu en þú veist, það sem var á alltaf hins vegar erfitt með að vorkenna þeim alltaf þegar maður skoðar launatölu ég veit það þá var maður bara svona, hún bara þú þarft að spila svolítið að fótbolta en ég er spenntur fyrir þessu þetta er bara spennandi ég meina eins og ég segi þetta verður allan áhugavert að sjá þetta en þetta eru þá gæjar með það, ég meina þeir sem að fara lengst í þessu það verður þetta 15. júni til 13. júlí þetta eru þá gæjar sem að fá bara ekkert sumarfrí núna svo háum næsta ári lítið sem ekkert og svo er háum næsta já þeir fá reyndar, þeir byrja aðeins setna mæta aðeins setna ég meina þeir mæta mögulega aðeins setna 3 vikur eða eitthvað nærðu því 13. júlí já, hvernig byrjaði enski 15. 12. eitthvað 15. ágúst 12. kannski haldum áfram og förum í fleiri fréttir hér er nefnilega stórfrétt löður er núna á Akureyri það er stórfrétt og löðrið veitu hvar? á Akureyri ég er ekkit rosalega góður í Akureyri nei þeir eru alveg báðir tölvöld betri en ég en þetta er sko opnar á morgun á Grímseyjargötu þannig að þetta er skemmtilegt þetta er nokkru mánuður síðan þeir voru áður á Hörgárbraut og eru á betri stað á Grímseyjargötu er þetta niður á það sem að bílaleigunar eru og er ekki bryggjan einhvers staðar? Jó, bryggjan er einhvers staðar alltaf held ég en, þetta er við hliðin á Lífland held ég heldur betur en allavega þá eru núna fréttir í Egyptalandi að Mo Salah sé búin að skrifa undir það er einhverju gamli samherjar hans úr landsliðinu að halda því fram að hann sé búin að skrifa undir sko var þetta ekki alltaf að fara að gerast eða? Hefur hann ekki sýnt fram á það Jú, en hann hefur svona verið að segja síðast skipti sín spil á þessum velli síðast skipti sem að þessi leikur eru og eitthvað svona En sagði þér endar eftir City-leikinn að þanga til annað kemur í ljós eða eitthvað, þá er þetta í síðasta sinn sem ég spila hér eða eitthvað Þannig að sko 32 ára gamall meiðist eins og við fórum yfir í síðasta þetta meiðist eiginlega bara svona í fyrsta sinn, þú veist, eitthvað alvarlega á síðasta tímabili og þá heldur menn að vera búinn og menn voru bara farnir að skrifa upp á ferðalagi til Saudi og eitthvað svona Ég meina, hann er samt bara 32 ára og á örgulega 2-3 góð ár eftir í úrvalsdeildinni af því að hann er náttúrulega bara í sturluðu standi. Rosalega formi. Sturluðu standi. Þessi six-pack á hann, Hjálmar, þú þekkir náttúrulega six-pack á hann. Já. Ekki six-pack, þú sér það. Já. Þetta er bara alvöru og skrokkur. Þetta er bara alvöru skrokkur. Og hann er líka allur glæsilegri eftir að hann fór í þessa breytingar á hárinu. Já. Miklu meira sjálfströst einhvern veginn geislar á honum sko. Ekki það hann að vera lítið sjálfströst hann er bara með miklu meira sko. Þetta er hann er frábær Faruk, þessi vinnur hans segir bara til hamingju með að skrifa undir og þau laun og í þann tíma sem þú vildir Ég ætla ekki að fara í að gagnrýna launin eitthvað en hvað eru að tala að hann sé að fara í þá? Ég kan ekki fara á stærri en ála 500.000 pundunum á viku Já, það er alveg pakki sko Ég er 32 ára gamall mann Þannig að voru ekki að tala með einhverju þættir Það sé svo mikið það Já, ég myndi halda að þetta væri það ef hann ætlaði að skrifa þetta nýja samning ef hann ætlaði að segja nei við Paris Saint-Germain
þá er hann ekki að fara mikið undir halva. Nei, en voru ekki tala um daginn þetta var svolítið hættöld að gera samninga við svona kalla á þessum aldri svona stóra sko. Þetta já Þessi gaur verður bara aldrei sattur. Nei, hann er frábær. Það verður ekki eitthvað 400 svoleiðis. Já. Þetta verður allavega þetta áhugavert. Já. Bíkó byggingarverslun Kópavogs 30% afsláttur fyrir þá sem í framkvæmdum. Hvað betri en að henda sér í framkvæmdir strax á 9 ári? Þú hendir nafninu inn og makaðinum svo ertu bara með afslátt. Þú þarft heldur ekki að eiga maka sko. Það getur bara verið, þú veist, þú vilt bara að þú sért einn að taka út sko. Já. En þá ertu með fastan 30% í 3 mánuði. Það er nú helviti gott. Já, þetta er bara nokkuð gott. Það er helviti gott. Hérna strákar, aðeins á léttunótum. Við erum búin að vera svolítið þungir hérna fram að þessu. Búin þungt yfir öllu. Það er við vorum daginn að horfa á Arsenal West Ham. Já. Það sem að Arsenal vinnur West Ham 5-2 ekki. Það var allavega 4-0 og svo 4-2 hvernig ég með ekki þetta. Það var rosalega fyrir áleikur. Það var bara mark. Og svo bara var það sem búið að vinna leikinn og bara fóru bara í aðeins að spara orkuna. Já. Sko, ég fór að hugsa, þetta er svona eins og góð bíómynd sem er bara skemmtileg fyrir hlé. Dettur ykkur í hugum einhver bíómynd sem að allir hafa séð, sem var frábær fyrir hlé og verður síðan alveg drepleiðileg. Já, þú sagðir þetta. Já. Það var einn sem kom strax upp í huga sem ég var með miklu vonbrigðum. Já. Og það var Transformers 2007 held ég að vera. Já. Hún var byrjað með miklu látum. Já. Svo bara fjara án út. Varstu þetta renningunni? Já. Ég Ég hef ekki séð hana sko. Mér fannst oft myndið þarna sko Adam Sandler vera þannig að ég hló alltaf eins og óður maður þetta fyrstu 40 minnar og svo fór hann einhvern veginn verður hann ástfanginn og hann skilur á lífið snýst meira en eitthvað dót. Já, kannski ekki klikk. Jú, Wedding Singer hún var ógeðslega fyndin til að byrja með. Já. Og grínmyndir eru það oft ógeðslega fyndnar þegar maður kynnast karakterunum. Já, einmitt. Og svo svona það er auðvitað að halda dampi. Já. Þú veist, ekki pláss fyrir myndir eins og Top Secret og Naked Gun í dag. Ég ætla að segja Já. Leslie Nielsen, það er líka snillingur sko. Það er líka snillingur. Sér líka, hann segir alltaf þessa brandara og hann brósir ekki eins. Nei. Aldrei. Hann brósir aldrei. Hann var góður í bannað að hlæja. Þannig að já, þetta er pæling. Já. Góðar bíómyndir, það er að segja, sem voru bara góða fyrir hlé. Mér stila ógeðslega margar Herðu, myndir Independence Day. Já. Mér fannst hún góð fyrir hlé. Svo var hann hræðileg eftir hlé. Já. Þetta er langt síðan að sjá hana með. Ég held að þetta var svona mynd sem ég nefndi ekki að horfa á aftur. Það var hræðileg mynd sko. Já. Hræðileg. Það kýli vel með gefur hana Welcome to America. Eitthvað líka akalegt atrið sko. Förum í íslenska boltan með kjarnafæði Norðlensk fæðuöryggi á tímum COVID-19 að sjálfsögðu svínakjötið, lambið, nautið, skinkan og að sjálfsögðu pepperónið af því að það er kjarnafæði pepperóni. Ójá, drengir, það er að aukast peningarnir í transfermarkanum á Íslandi. Sá Hörðusnafur Jónsson skrifaði að hans heimildir voru að Benedikt Vormar er kringum 13 milljónir. Það er rosalega peningur maður. Ætla með hvernig það var í mörg ár á Íslandi, þá er það mjög mikill peningur. Já. Þetta er svona eðlileg þróun bara. Já, ég meina, þetta gerir svolítið allt í einu. Þetta er búið að vera svona vaxandi, myndi ég halda, síðustu ár. Benedikt Vormar, vissulega öflugur leikmaður og alveg skiljanlegt að Vestri vilji ekki losa hann bara, þú veist, og gefa hann frá sér. Já. Af því að ég meina, við erum að sjá það nákvæmlega gerast fyrir norðan að mér er að komi staðfest á þetta allt saman. Við erum að sjá það fyrir norðan að þar er Káa að missa bara 2 af sína bestu leikmönnum. Já. Og þeir labba bara í burtu frá félaginu. Já. Sko, nú er ég ekki, þú veist, ég ætla bara að viðurkenna það, ég þekki ekki nægilega vel þessa samningagerð og svona hvað er eðlilegt og hvað er ekki eðlilegt í þessu. Okay. En þetta uppsagnar ákvæði sem alltaf er talað um. Já. Er þetta normal í samningagerð? Af því að þú veist að því að við getum alveg ímyndað okkur það að Káa hefur investað svakalega í Daniel Hafsteinssoni og Sveini Margeir Haukssyni. Ég held að það sé alveg klárt. Ertu þá til í að tjalda til einna nætur með þeim
borga þeim semmilega laun Já. og svo með ég að labba í burtu frá þér eftir tímabilið og þú situr eftir með báðar hendur tómar. Ekki það, þeir náttúrulega skila að hjálpa til við að skila K.A. bikarmeistaratitli sem að telur alveg klárlega og fara í Evrópukeppni og svona, en mér finnst þetta bara svo furðulegt að þetta uppsagnar ákveði, að það er alltaf hérna, já, hvað er hann að vera samningslaus? Já, nei, hann á reyndar 2 ár eftir. Nei, hann er náttúrulega með þetta uppsagnar ákveði þannig í nóvember. Mér finnst þetta svo skrítið. Já, Sveit var með það, var Daniel líka með það? Daniel riftir. Já, hann riftir. Þetta er ótrúlegt. Daniel skrifaði í júlí 23, þá skrifaði Daniel undir samning til ásins 2025 og ég er ekkert bara að taka þessa 2 leiki. Nei. Ég meina þetta er eðlilegt, virðist vera hjá mörgum félögum. Þetta hefur oft verið líka með þjálfar á Íslandi, svona uppsagnar ákvæði að beggja megin. Svo koma, er bara gamalt eitthvað svona. Nei, svo koma þessi samningar við til dæmis eins og Óskar Hrafn og Arnar Gunnarsson hérna fyrir nokkrum árum, óuppsegjanlegir samningar sem maður hefði haldið að væru bara samningar, punktur. Þú veist, að það þyrfti ekki að tilgreina að þeir væru uppsegjanlegir. Svo er bara áttur rekin og farið bara að borga restur af samninum. Þetta er bara hitt er eitthvað in the 80s, 90s. Já, þetta er eitthvað svona, 90s maður væri ekki búið að sáttur og Bruno Fernandes væri til dæmis bara með uppsagnar ákvæði bara eftir tímabilið. Bruno í Inter nýtti sér uppsagnar ákvæði. Nei, þú veist að því að maður vorkennir K.A. að vissu leiti að vera í þessari stöðu en maður velti fyrir sér á sama tíma hvort það væri mögulega hægt að búa einhvern veginn öðru sig hnútana að mögulega vera með samninga sem að bara standa þar til að þeir klárast. Sko, ræðum aðeins ykkur Mosó brosa. Það er heldur betur hlutir í gangi á ykkur, Gunni. Ég meina, þið eru komið með Axel Óskar, þið eru komið með Jökul, þið eru komið með Þórð Gunnar og þið eru komið með Ólfi Sigurjónsson. Bara fyrsta lagi til hamingju. En þá spyrja allir, hvaðan koma peningarnir? Bara geggjur spurning, ég myndi eflust segja það ef ég vissi það sko. Að ég segi ykkur eitt, Maggi, hann ringdi í mig bara núna fyrir viku síðan, 10 dagar síðan og hann var að selja mér auglýsingu á völlin hjá Aftureldingu. Já, ég er búin að vera með mér finnst það bara frábært. Ég og Tómi Steindós voru náttúrulega með skilti á vellinum. Já, mér finnst það bara algjörlega geggjað. Það eru rosa duglegir. Já, þetta finnst mér vera að bretta upp ermar og fara að vinna. Þeir eru það og Maggi má náttúrulega eiga það að hann hefur náttúrulega, ég meina Kaleódílinn, það er bara Magnús Már Einarsson sko. Já. Þú veist, það er hann að horfa kannski á einhverja nýja leið, af því að Afturelding verður aldrei, þú veist, ég meina það er ekki sömu peningar þar og hjá þessum stærstu liðum núna í dag, þeir þurfa að finna öðruvísi leiðir kannski til þess að afla sér tekna. Nákvæmlega. Þannig að þetta er ein leið, en sko peningarnir fyrir þessu leikmönnum ég verð bara viðurkenna. Ég er nú bara líka að stríða þetta er hérna, ég held að sé fyrst og síðast það eru óbúslega öflugt starfið þarna hjá Aftureldingu. Ég var með þeim út af Monte Castillo þegar voru í síðasta mars og maður svona fekk góða tilfinningu fyrir sem er í gangi í Mósbænum og engi spurning að þarna eru hlutnir á uppleið. Náttúrulega löngu tímabært að þetta stóra bæjarfélag mætti með lið í fótboltanum, þar að segja karlamein, þeir hafa náttúrulega gert það kvennamein en þeir eru mættir þarna. Og fyrir mér er þú veist, ég ætla nú, þú veist, auðvitað frábært að Jökull og Axel séu konur heim og það er svona alvöru svona statement í því. Já. En ég er ekkert á því að þeir séu eitthvað meira statement heldur en Ólafur Sigurjónsson. Ég meina, Ólafur Sigurjónsson er 30 sko. Hann á helling eftir sko. Þetta er gæði sem að hefur bara verið lykil faktor í uppgangi Breiðabliks undanfarin ár. Já. Frábær miðjumaður. Já, það verður spennandi að ótrúlega öflugur leiðtogi og maður saknar þess að missa hann úr Breiðabliki því að hann er svakaleg tenging við yngri flokkafélagsins til dæmis og svona, þú veist, ég meina Hákon Sverris hefur talað sögur á honum þar sem hann var bara í 4. flokki að stýra 15-sæfingum sko, þú veist, hann var rosa snemma svona, rosa vókal og leiðtogi og svona. Þannig að, þú veist, þannig ertu líka komið með reynsluna úr efstu deild, svona hvernig hlutirnir eiga að vera gerðir og annað slíkt, þannig að ég held að þetta sé frábær viðbót sömuleiðis við fyrir nokkuð öflugt lið Aftureldingar. Já, þetta Maggi verður stjóra að vita nákvæmlega hvað er að gera og með alla með sér í liði, það náttúrulega skiptir öllu máli. Það er bara risan í HK, Atla Þór, okkar mann, hver gerðingin geðu? Sko sem ég heyri að hann ætlar að vera áfram í HK. Já, ég meina hann á að vera áfram í HK og hann á að skora 20 mörk í þessari deild, taka þetta eins og Viktor Jónsson og taka þetta svo með Trompi í efstild. Já, hann er hvað, 2001-2? Hann er ekki 2, ég held það. 2. Já, þetta er stæðilegu framfyrir. Já, svo smíl skrokkur. Skoraði Fernu náttúrulega á móti Evrópuliði Víkinga í Kórnum, í bósmótinu. Já.
þar voru nokkri leikmenn á reynslu einmitt hjá hérna HK, Rúri Gunnarsson og Hrafn Guðmundsson sem voru báðir í KR. Þeir voru á reynslu þar og spiluðu, komið báðir við sögu. Við ættum að gera eitthvað svona vinadíl við hérna KR. Fyrst erum búin að láta á hafa eið, þá eigum við að vera vinir KR og þeir eiga svo margar leikmenn. Jú. Reyndar vilja meina að þeir eiga ekki svo margar leikmenn. Ok. Við verðum kannski að fara aðeins fram á okkur þar. Þeir voru ekki að margir og við hérna. Það er rétt. Já. Það bara eins og það við ætlum að kíkja á enska boltan. Enski boltinn og flísabúðin. Skemmtilegasta flísabúð ábyggilega í heiminum. Þeir eru ekki gefa ferðir á leiki Barcelona, þá eru þeir með flís ársins, what a concept. Og þetta að kíkja í flísabúðin á toppnum síðan 1988. Förum að sjálfsögðu í Dog Zone á morgun. Þar ætlar Willi í Steve að mæta. Sem Villa maðurinn. Hann semst, það rosa gott að halda með Aston Villa. Þegar það vantar eitthvað til að ræða Aston Villa, það er svona 3 til að hringi. Lári Skrétarsson og yngri flokkaþjálfari. Heldur betur. Er Lalli Gré Aston Villa? Hann er Aston Villa, Chelsea og West Brom. Það er nokkuð lið. Nú, stóri leikurinn helgina er leikur, það eru 2 stóri leikir. Það er alltaf Everton Liverpool. En svo erum við á sunnudaginn hérna Tottenham Chelsea. Svo er Lundunum slagur líka. Já, Fulham Arsenal. Ef við bara svona aðeins förum í leikina á laugardaginn. Everton Liverpool. Þannig að Everton manna þetta Goodison Park á síðustu leiktíð. Það var hérna Liverpool hefur ekki unnið þarna síðan 2017. 1 sigur síðan 2017. 1 sigur síðan. Ég held að Liverpool vinna þetta samt. Sko, Everton er að koma samt mjög heitir inn í hennar leik. Og þetta hefur verið svona bananahýði fyrir Liverpool. En jú, það svona hinn venjulegi maður sér Liverpool mjög heitir í því. Sástu það í síðasta leik? Það var 1 leikur. Þetta Wolves er náttúrulega það er ekki hægt að óútreiknanlegt sko. Já, en sko 4-0 er aðeins öðru sem heldur en bara eitthvað svona 1-0 Já, þetta var fyrsti sigur þeirra í ansi langa tíma sko. Ég held að Liverpool er alveg saman að hjóra. Þeir fara bara í gegnum þennan leik sko. Já, ég held að þessi leikur í hádeginu á morgun klukkan 12:30. Nú, fleiri leikir á laugardeginum. Það er þetta meðan að Dog Zone er í gangi og það er Aston Villa Southampton. Leikur sem ég veit að þú hefur mikinn áhuga á hérna Hjálmar. Aston Villa Southampton. Þetta er svona ekta leikur sem þú fílar. Já, þessu leikur sem eru þarna, þá mun ég sennilega horfa mest á þennan. Þetta verður áhugavert. Hinni leikirnir, það var Brentford Newcastle, Crystal Palace Man City, United Nottingham Forest. Þetta var nú einu sinni úrslitaleikur í deildabikarnum. Og þarna eru 2 Evrópumeistaralið að mætast. Skoðum að sunnudaginn þar sem að Fulham mætir Arsenal og við munum öll eftir leiknum fræga frá gamla stegi þar sem að Fulham kláraðu Arsenal og lögðu stóran stein á veg þeirra í átt að Englandsmeistaratitlinum. Ipswich, Bournemouth, Leicester, Brighton og svo risaleikurinn Tottenham Chelsea. Í líka sunnudagur. Já. Ég held að Tottenham Chelsea verði sturlaðleikur. Ég held að þetta er svona ég sé 5 mörk plus. 5 mörk plus, já. Ok. Já, ég veist að þetta getur verið ykkur algjör vitlis þessi leikur. Ég náttúrulega var á leiknum hann 4-1 síðasta tímabilið ekki. Þegar allir rauðu spjöldum og allt þetta gerist. Það var leikur. Stóð allir stundist með Tottenham upp, klöppuðu. Já. Ég hef ekki séð svona. Segir Ans var svo vinsæll þarna. Hann var bara dýrkaður og dáður. I'm loving big guns instead. Hvað hérna, hvar fór þessi ást? Hvert fór hún? Ég er ekki viss sem hún sé alveg farin eins og einhverjum að setja á Twitter sko. Við erum alveg rólegir. Það þarf svolítið meiri ró í mannskapótt. Þetta er ekki það má ekki panik alltaf. Við erum rólegir. Ég var tipp á leikina. Já, ég til í það. Tipp máta. Gerum það með Jói Óterja. Jói er mættur í Smáralindina. Smáralindin orðin 23 ára gömul. Vá. Já. Þegar Smári og Linda opnuðu hana, ég held að þetta ævintýri myndi pældi í marketing genius. Já.
Tvei litli krakkar, Smári og Linda. Þetta var moment, ég veit ekki henni alveg. Þetta var moment. Moment, sko. Það að vera bara 21 og svo sem tíma og fá að upplifa þetta allt. Já. Hældi því hér, 21 árs. Ótrúlega tíma. Það er ekki að grínast með þetta. Smári og Linda? Nei. Þau opnaði þetta. Þetta var satt. Jú. Það voru börn sem opnaði þetta, Smári og Linda. Smári og Linda. Þetta var alveg hérna. Svo mætti Tom Hung. Herri, ég tók viðtalið Tom Hung í, það var hérna asísku strákur sem var að keppa í Idol. She moves. Já. Tók viðtalið við hann í Smáralinni. Sem ég vil redda því. Það ekki? Já. Það reddar öllu svona. Nú, já, það voru þau Smári Páll Svavarsson og Linda Margrét Gunnarsdóttir sem að opnuðu verslunarrýmið Smáralind. Hefði ekki Þau verið... hljóta að hafa það gott í dag. Já, þau hljóta að hafa það gott í dag. Þið vitið eitt sko, að þegar Smáralind er opnuð þá er kreppa á Íslandi. Það er rétt. Það er hérna kreppan 2001. Það er nýbúið vélarnar nýbúin að fara inn í tvíburaturnana. Já. Og menn voru nú ekki samfæri þetta en veistu hvað er eitt sem ég sakna? Ég sakna þess, Vetrargarður. Já, ég sakna það. Eru það Smári er 11 ára úr Smárakari og Linda 9 ára. Já, þannig var þetta var bara passion sem fyrir. En sko, töfrarnir í Vetrargarður Það var ótrúlegt. bara ótrúlega, svo Idolið, Eurovisionið Algjörlega. og bara alltaf Vetrargarðurinn. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta er ekki grín. Hvað heldur ég að sé grínast með eitthvað svona? Herru, við ætlum að tippa á leikina í enska boltanum. Ég verð að fá okkur fyrst Gunni, svo Hjálmar, Everton, Liverpool. 1-2 Liverpool. Ég veit að skora aldrei, 0-2. Aston Villa, Southampton. 3-2 Aston Villa. Nei, þetta er sko, ég ætla að gera fyrir Villa, spá fyrsta skipti Aston Villa sigri. Það er 3-0 Aston Villa. Já, Brentford, Newcastle. 1-0 Brentford. Nei, 1-2 Newcastle. Crystal Palace, Man City. 0-3 Manchester City. Já, ég ætla að segja að Crystal Palace verði erfiðir. Það var 1-1. Byggameistarar Manchester United á móti Nottingham Forest. 2-2. Nei. 4-0. United. Já. Fulham, Arsenal. Þetta var auðvitað þessi frægi leikur á gamlastag. Þetta er hýði. Nefndi hann áðan. 1-3 Arsenal. Ég ætla að segja enn og aftur. Erfitt, 1-1. Já. Ipswich Bournemouth. Þetta er svona dálítið fyrir pjúrista. Já. Ég horf á þannan. Þetta er 0-0. Ég hef með sængina í mér. Þetta er 0-0. Í sofanum. Já. Hvað sér 0-0? Já. Hvað er með? 0-2. Leicester Brighton. Þetta er 1-5 Brighton. Já. Sko, nýstur og náttúrulega eins og ég var að tala rétt á hann lélasta liðið Leicester. Ég ætla að segja að þeir taka jafntefli. Þetta er 1-1. Þetta er 1-1 og svo er það kannski leikurinn sem að ég er hvað mest spenntastu fyrir að sjá. Tottenham Chelsea. Já. 4-2 Tottenham. Já. Takk fyrir þetta kunni. Vá. Ég ætla að segja 3-2 Tottenham. Já. Rautt spjald til Chelsea. Svo á mánudaginn er það El Sakigo. West Ham mútið Wolves. Sá þjálfari sem tapar, hann er rekinn. Það er rétt. Já. West Ham vinnur þetta. Þetta verður leikur mikill að varna. 1-0 West Ham. Þetta er Monday Night London Stadium. Þetta er 0-1 Wolves. Já. Ha. En Lopateki, þessi guður hefur ekki fengið neitt slaka. Hann bara einhvern veginn mætti inn í þetta. Eðlilega samt. Þeir versla fyrir 120 milljónir til að bakka hann upp sko. Þeir kaupa fullkrug sem á enn eftir að byrja leik. Hvað eru 14 lengi búnir í? Já, það er aðsmyndur. Herðu, bara meiddur. Summerville harmleikur frá upphafi til enda. Nei. Ég segi það nú ekki. Nei, rólegur. Hann var besti leikmaður í Champions fyrra sko. Hvað hittir þetta í gang? Já, svo Vest. Nei, mér finnst þetta bara svo skrítið því að West Ham voru bara á fínni vegferð. Akkur náðu þeir ekki bara í Moyes aftur? Já, ég er reyndar alveg til í það. Ég er alltaf til í það. En ég held bara að hann líka er alltaf þessu gallabuxum á hliðalínni. Hann þarf að fara að breyta þessu. Það er rosa árulaus. Já. Ég vil alveg gefa Amorim þar að hann er töff þarna á hliðalínunni. Ég held að það skiptir öllu máli. Þetta skiptir máli. Sjálfsögðu. Það er með smá áru. Einar á eru vinnarar í byggingabransunum og einar á eru vinnarar þegar að blettirnir þurfa að fara úr þá er það The Wonder Wipes sem sjáum það 15 ár síðan að Linda og Smári opnuðu Smáralindina 2016 voru 15 ár. Já. En skrítið, eru þau ekki að fá gjafabréf á hverju ár? Það hlýtur að vera. Herri, Linda, þetta er hvað frétt frá
2016 þá var hún í landbúnaðar. Hún er 34 ára í dag. Við þurfum að fá þetta fólkingað. Já, þau koma heldur betur og við rifjum þetta allt saman upp og ég get rifjað þetta upp með þeim Ég var dokk svo neitlu að það heldur betur. Förum í vinnera og lúsera. Við skulum byrja á vinnerum og ég held sko ég sett á Facebook síðuna mína svona bað fólk að stinga upp á vinnerum. Já. Ég ætlaði að koma með Emil Barja sem að tók við haukaliðinu í körfunni og einhvern veginn búin að gjörbreyta öllu þarna á núleitni. Þú stundu þarf nýja rödd í klefan. Já. En það sýnir að grunnurinn var góður. Já, búið að leggja Emil Barja Matti Dalma vinur minn. Hann fór náttúrulega í KR, vann titil þar, gaf Vesturbænum einn titil og fór síðan í áselli til að halda fram að byggja upp og komi núna með stóri gigið. Já. Fleiri vinnarar. Ég ætla að sjára á alla Bitcoin-brósana þarna úti sem að fengu heldur betur. Það er mitt, ég vaknaði upp við það notification þegar við vorum saman þarna í herbyggi. Þá vaknaði ég upp við notification þarna eitthvað 4-leytið. Þá byrja síminn eitthvað að víbra, ég var meðan undir koddanum. Og þá er það sem bara Bitcoin hit 100k. Wow. Er þetta Trump áhrifin eða hvað áhrifin? Meðal annars, já. Eftir á flóðbylgja. Meðal annars, alveg klárlega. Já, ég sammála þessu. Er ekki pínu vinner í þessu öllu saman íslenska krónu? Alltaf heldur hún sínu. Alltaf heldur hún sínu. Menn tala hana niður og niður. Nei, alltaf heldur hún sínu. Þetta er svona einhver leikmaður sem alltaf að vera að setja út á. Nákvæmlega. En deliverar alltaf. Já, Henderson. Þetta er Henderson. Herru, hver er fleiri vinnarar? Við erum alltaf með krónuna. Já, ég veit ekki hvað íslenska krónu Já, svo alíslenska. Ég ætla að segja samkaup fyrir nýja samkaupsappið þegar ég ætla að henda þeim inn í þetta. Það er bara að slá í gegn og þú getur að spila alls konar leiki og geta samkaupsappið, þú eru að tjekka því. Velgerð Gunni er giftið frængu minni. Já, ég er að býða þar að fara í lúserana Já. Býða til því. Ok, förum í lúserana. Ég ætla að segja að það er 2 lúserar af mér og annars verður að Hogg Túa. Já. Býtu, hún er með eitthvað share coin Já, eftir rólega hér var Ég var í góðu sambandi við Bullis Media. Við ætlum að gera meme coin. Svo komst ég að þetta er scam. Ég hætti við. Hún gerir er það ekki rétt um að hún gerir meme coin og hún heitir ekki srögga eða rögga. Hún röggar hún. Það fólk kaupir inn, hún röggar hún. Hún dömpar öllu sínu sem hún á í coininu. Hann hrynur. Hún tekur $3 milljónir og 24 Hogg Túa gælan. En á móti skilur hún eftir fjárfesta í sár. One fan invested 1.4 million and came out with 46,000. Ég veit það Hjörvar, en þarna ég veit það, þetta var fyrir mér var það. Hogg Túa. Já, ég veit það. Já. Þetta er rosalegt. Herðu, er nú svona segð í penningunum. Já, verðist það hún er ruthless. Kannski er hún vinnar, kannski er það ruglamir, kannski er hún vinnar, ég veit það ekki. Svo var Elva Geir, vinnu minn, og ég var svektur út í hann. Hann skrifaði grein, hvað er að vera spörsi? Sáðu þetta ekki, á fótboll.net. Var þetta í vikunni? Já, Elva Geir er mjög góðu vinnu minn, og ég var svona, Elva Geir, hvað, þú veist, það eru öll lið spörsi, að vera spörsi er bara eitthvað Twitter trend sem er í gangi. Það er öll lið gera spörsi. Hann er bara vitna í grein BBC. Ég ætlaði að mynda að segja, var þetta skoðanapistill því að það er nú ekki líkt. Já, ok, þetta er ekki eftir hann. Nei, ok, ég sá bara fyrirsögnum. Já, oft þarf nefnilega að lesa fréttina. Mér finnst oft mjög gott að lesa fréttina. Ég tengi mjög vel við þetta, triggerast svona. Ég tengi það. Elvar Geir náði einu svona triggera alla fótboltaaðdándur á Íslandi yfir fertugt þegar hann sagði að Siggi Jóns var líklega ofmetnasti fótboltamaður Íslands og sem að þú veist alveg eðlilega þegar einhver skoðar svona tilbaka og skoðar ferilinn hans þegar hann var svo stórkostlegur að þá var hann alltaf í þessum meiðslavandræðum og hann sagði kannski að væri ekki innistæðan fyrir að við töluðum hann upp og bara taka ykkur umræðu eins og hann er góður í og það var allt villast. Já, við gamlingarnir við fórum í þetta Þannig ég tek þetta tilbaka, Elva gerir ekki Herri, ég ætla að segja að Tómas Þóruðsson og Mar sé líka vinnur. Já, hann er engur. Ég ætla að segja að Þórir Hergers líka tók Danina í gær á EM kvenna og svona vafði þeim, pakkaði þeim mér lókar líka saman. Þetta íslenska landsliðskonan sem byrjaði 17 ára í handbolta. Perla Rutt, Albersdóttir. Hún byrjaði og það var kærastinn hennar sem leta hana fara að æfa. Hún sagði hennar að fara að kasta í vegg. Success story.
selfisingar Þetta er ótrúlega. Markur í Íslands á handboltanum, djöfull hún góð. Ég hugsaði Elnur, bara, þessi það bara fara í landslið á köllunum. Já, Hún var geggjuð í fyrsta leik allan. já, og Geggjur, frábæra mútið hollendingunum. En það er greinlegt að það hefur verið að stíga skrif fram á þér þarna. Arnar Péturs og Kó að gera flotta hluti. Arnar Pétur Gústi Jó. og lærisveinar hans að gera heldur betur flotta hluti. Við ætlum að fara í neyða já. En Þórir Hergis er að mæta þarna með alveg sko. Hann er rosalegur. Glænýtt lið. Engin Stínu Okkur engin Nóra Mörk. Break the bank for Þórir, segja sko. Break the bank for Ég ætla Þórir. rétt að vona ASI. að ISI sé að hugsa núna hvernig þau geta komið heim og í eitthvað starf að miðla sinni reynslu. Já, en ég hugsa að verða of seint. Ég hugsa að verða búin að missa neistan. Já, hann er alveg að vera að missa Ég ætla ekta Íslendingar að taka þegar allt er búið. Neistin er ennþá Og þegar hann er á niðurleið þá veistu við. Hörðu, gottu misteri, gottu. Neistin er Veistu ennþá hvað ég, Hann hefur gert vel í að uppfæra sig og hann er búin að vera hann í svo langa tíma. Mér stelpunnar í norska landsliðinu vera á frekar vinnarar heldur en alltaf einhver kall. Takk. Þetta er góð punktur. Ég held með þeim. Já. Og en þið viljið auðvitað klína hrósin á kallinn. Einhver einn sem að stendur upp úr hann að hjá þeirra. Já. Það er eina eða tvær sem Já, þetta er bara góða punktur. Maður tekur þetta á sig. Það er fullt af spurningum í neyða já. Heyrðu, ég hef aldrei séð svona. Nei, þetta er rosalegt. Greinilega verið rólegt hjá leikmönnum. Já, þessi leikmenn eru líka snillingar. Þetta er allt leikmenn. snillingar. Einstakur hópur, þessi leikmannhópur. Ég var á leiðin í Sund í gær. Takk fyrir þáttum meistari geggja að þetta er hjá þér Hjörvar og Hjama. Ég sagði, herðu, þú verður in for a treat hérna í fyrramálið. Já, ég heldur betur. In for a treat. Tóttafútból Hann með sjátt á Æsvar. þann kong. Aurelio Gómez, er hann besti markur í sögu Tottenham, Hjálmar? Aurelio Gómez. Thorsvett var alltaf minn maður, sko. Já. En hérna, Thorsvett var þinn maður. já, það var náttúrulega normaður. Já. Robinson líka. En jú, hann er einn af Hann er einn af þeim. þeim. Karakter. Er HM félagslega staðfesta það að Chelsea sé stærsti klúbbur Lundúna með þáttöku þeirra næsta sumar þá nú væntanlega talin líka eru búin að vinna meistaradeildina Í augnablikinu já, þá er Chelsea stæðsti klúbbur Lundúna. Það er rétt. Nei. já, bara menn sammála að vera ósammála og það er nú alltaf skemmtilegt það er mikið eitthvað svona alls konar spurningum verður Ruben Amorim en þá þjálfari Manchester United desember 2025 Já. Þessi gauri bara með, hann er eins og vorum að tala með hann er með árun yfir sig, sko. Það er ekkit Já, gefa þér ekki verið 2 ár. Jú. Easy Hann var 2025. selja Rashford og taka Mo Salah fritt næsta sumar spyr Trausti Árnason Skulum halda okkur í hjartengingu bara. er Mikkel Arteta svo bara Tony Pulis í duðlagerfi spyr Sigurður Hrafn Arason Þetta er góð spurning. Svarin er nei. Já, með við hotspindur, já. já Það var það. Það var ekki að tala um innköst og datt Luxjó ofan í míkingarefni sem bad Veistu, þetta er ekki hægt líka, kall greið, sko. Þetta er svakalegt í alveg, en Hann átti að fá- yfirlýsingin I'm absolutely devastated by this. Þetta er alveg. Já, þetta er ekki nógu gott sko. Er Benedikt Kári Gröndal spyr er GB búin að átt að sjá því að Saka rýma við Blaka Þetta er enda geðveik og punktur. Já. og Magnús Andersson spyr er Kelleher blaðran loksins sprungin Menn voru helviti fljótur að henda hann undir lestin eftir Magnús Frendi. þetta. Hann varði svakalega. sástu hérna hvað er þetta, Sjár skorar hann er ekkit færi Nei. Þetta er blönder. ótrúð hvernig hann nær að Var Sjár stýra þessu inn. strækir í yngarflokkum, en hann er alltaf einhvern veginn að hann er með nef. En nei, hún er ekki sprungin. Víðir Einarsson spyr gilda mörk eftir föstleikatri jafn mikið og önnum mörk Já, það er nefnilega fegurinn svolítið við þetta, sko. já má ég sjá þetta er svo, þú veist, ég gæti eftir að vera hér í allan dag Já. Já, þetta voru komið yfir 100 já, þetta í morgun, Það sko. þurfum við nú að taka. Yfir 100. já, ég ætla að er Ugarte vestu kauptíumbilsins spyr Verstu? Gauti Þormar já, lélugustu kaupin Ég veit það ekki, ég er nú ekkert búið að reyna á kallgreið, sko. nei, Hvað kostaði hann? ég má ekki 30-40 mín. ekki tanni sko Nei, 42. Já, það má nú reynda alveg. nú má ég sjá hefði Gabriel skorað þrennu á móti United þegar hann spilað Já, hann er duglegur í bóksunni allavega. já En fannstu kliðin sem að koma alltaf þegar við fengum hóp? herri, það Ég fannst er algjörlega rétt Já. þetta, af því að menn eru svona sumir að gera grína þessu stók og hérna Arsenal dæmi. Þeir eru góður í þessu. af því að ég var ofta á Britannia þegar þetta var í gangi Já.
það kom svona kliður nákvæmlega á Britannia þegar komu löng innköst og hotspinnur og annars þannig að þar skil ég samanburðin Ég meina, þetta bara orðnar aukaspinnur og hættulegum stað sko, þessi hotspinnu, þetta magna þetta En ég segi, Fyndi hvað umræðan fer alltaf einhvern veginn í ringi að þú veist lífið fyrir hringi og tískan en þú veist það er alltaf að tala hvað væri flott þegar þessi setpiece þjálfara voru að koma inn og eitthvað svona og því ég rósaði háslært hérna heima en ekki úti og þetta er svona einhvern veginn alls konar fótboltinn er alls konar og þetta er fransku strákur sem að Arteta tók með sér frá Manchester City og þeir eru hérna að berjast á fullu að reyna að vinna titil á Emirates vellinum Enga fleiri eða? Ef ekki kalla þetta gott, ég ætla bara að fara í þetta skemmtilegt því ég hlakka svo mikið til að fara með ykkur í El Grande Nú byrja svitinn Herðu, by the way Allt í lagi að henda inn tveimur vinnurum í viðbót það er meðal annars Bullis Meat fyrir klippuna sem kom inn í síðustu og Hjálmar í El Grande og svo náttúrulega líka Auðun Blöndal Auðun Blöndal hann náttúrulega Getum alveg hent honum þetta með inn Nei, ég er eiginlega nú er ég búin að undirbúa mig fyrir þetta Ég er búin að fara í alls konar og ég er líka að reyna að lesa þig, Hjörvar Ertu þetta að fara? Það er bæðið og ekki hægt, ég reyndi það í bara fyrsta árið sem ég var innan sko. Þú ert ekki ég Nei, það er alveg rétt Ég er bara ég og þú ert bara þú Ég er bara mynd Ég er speilmynd af þér Ég kalla ykkur stundum 2 London Calling Já, nú er ég að læra Nú ert að koma á Hljómsveiti frá Strákar ég vil fá underground stöðvar í Lundunum og það mæga líka vera línur það er að segja hérna hverja fara hvað og ég ætla að þér að byrja Gunnar það er Piccadilly Circus Seven Sisters Holborn, já Leicester Square já Finsbury Park, já það er, skal ég segja og smúið segja Piccadilly ekki? Jú. Já, þetta er hann Þetta er, við ætlum að fara í Oxford Circus Það er rétt Victoria Line Já, sko Jú, ok, það er náttúrulega Já, hann sagði að línur væri með í þessu Já, línur með ég sagði línur með ok Við ætlum að fara í við getum farið í Underground Það er Heathrow, já, ok en ég ætla þá að segja að það er allt Heathrow það má ekki koma Heathrow Terminal 1 Alls ekki, það sjálfsög ekki, það er bara Heathrow, það er komið, það er farið út Ég meina þá tekið bara London Gatwick Er það í underground-kerfinu? Það er ekki Gatwick Ég ætla ekki að guld byrju, ok, er Heathrow Já, ok, ég ferðast aldrei á Heathrow Ég fer aldrei á Stansleit maður, náttúrulega Já, ég er stansleit maður Herru, ok, byrju Hvað er það? Dabba, þetta skipti Nei Byrju, ég er að hugsa samt, með vart að Þetta er Cockfosters 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 Ég er með gott núna Line to Cockfosters Tottenham Court Road Sko Ég var þarna bara Stöðvar eða línur í breska underground kerfinu Leicester Square er komið Já Ég held að þessi bara komið í ögunni Nei Ég hef ekki verið endalust Ég ætla að gefa þér 6 sekúndur, Gunni Já En ég meina Piccadilly Line er ekki komið Jó, Piccadilly er Nei, bara en Piccadilly Circus Þú getur ekki farið í Line síðan eftir á Piccadilly Circus var mitt fyrsta Piccadilly Line er ekki komið Piccadilly Line to Cockfosters Er ekki Piccadilly Line til? Jú, það er til Piccadilly Line Tjekka það samt á því, ég er einhvern veginn finnst þess að sé Það er rosa skrítið Nei, ég hef alveg margótt heyrt hann að segja það Piccadilly Line to Cockfosters
maður sjá, Piccadilly Line. Jú, nú til. Já, hún er til. Line. Já. Þetta finnst mér, sorry, ég finnst þetta lélegt Mér finnst þetta bara að setja aftur á þetta Nei, Já, ég ætla á samt að segja Þetta er lélegt Hann sagði að línuna verður með Línutelja, Já, ég veit það, þetta er bara, þú veist, þetta er asnalett Ok, ég ætla að segja Býtu Hvað heitir brúnalínan? Herri, ég meit Ég ætla að segja Westminster Westminster. Ég held að, já, Westminster Ég held að sé rétt það Westminster. Það er rétt Það er ekki rétt okkur? Já, rétt. Essex Essex. Æ, það held ég ekki Það er svo langt í burtu. Er það? Essex er ekki underground Ég myndi, Ekki séns London Essex Nei, sjá. nei maður sjá, Já, Westminster það er engin stöð sem að heita Nei. Essex. Nei Yes, þetta grínast Þannig að, Yes hann er líka London maður. Það var alveg Það komið er svo tími mikið Það er svo mikið að En þetta Piccadilly þarna En sko, við Bakerloo-menn erum ekki ánægðir. Já, Bakerloo, það er brúnalínan. District Line. Þetta hefði komið Distriktlínan. Þetta hefði komið Já, Það er ótrúlega, það er svona 700 stopp já. En að fletta upp, Búlis, að Elizabeth. fletta upp bara Elizabeth Victoria Line eða eitthvað Elizabeth Line. Það Mind the var gap, please Stops, þannig Mind the gap Mind the Gap. This is the Jubilee Line to Cockfosters. Finsbury Park, já, Highbury and Islington Já, King's Cross, St. Pancras West Ham kom ekki heldur. Houston Tottenham Hale er þarna líka Ég hef alveg getað West Ham er eina af mínum Já, uppáhaldsstöðum. já Brixton Brixton Þá ertu komin grimt inn sko Þú ert komin grimt inn og komin í Brixton Já. Bond Street Já, er eina af þessum göttum já, sem ég hefði viljað fá frá okkur. jú Við erum bara ekki vanir að vesla það Ég þurfti bara að ná ég var mest ánæður með að ná Cockfosters Það var einu sem ég þurfti að ná Það er Þetta er En Piccadilly Line En sko St. Pancras sem ég kann aldrei að segja Já, þú veist, segið þið St. Pancras. St. Pancras Það er svona, St. Pancras. það er stór lína sko. St. Pancras. Hounslow Hounslow, já, busstoppin Hounslow. Boston Manor Hammersmith Gloucester Road Court. Kensington Green líka. Park. Þetta er núna akkurat Þetta er svona tróðin lestin af einhverju breytum í Alltaf ein stöð sem heitir bara Arsenal sko. Jú, ég var með það Já Next stop. Southgate Manor House. Það er náttúrulega að minna Southgate There's a Piccadilly Line to Cockfosters. Og þegar sko að svo gaman að maður sittur á, hún segir svo oft Cockfosters Geturðu og það gleður mann alltaf. Ef þú fer í Loftus Road Loftus Road Underground Nei, ég held ekki Nei, ég hvar stoppa Já, neðbæ Er það Hammersmith? White City Það er svo oft annars sko. Já, hvaða lína er þar? Þetta maður er gafin að það sérfræðingur í þessu Central Line Já, það er Central Line sko. Þetta er, eins og ég segi, Dóttar fútból þakka fyrir sig á föstu degi. Þetta var gott hjá mig, vel gert Frábær helgi framundan, bæði Hjálmar og Gunni er að spila í einmitt Lundunum helgina. Hjálmar á heimavalli en Gunni í vestur Lundunum, Craven Cottage. Svo erum náttúrulega næstu daga þá er við að fara aftur í þá elstu og virtustu í körfunni, bæði kalla og kvenna á RÚV. Það er Karvan. Já, það er Karvan. Valur Haukar og Valur Grindavík á sunnudaginn. Svo erum við með náttúrulega Suðurnesjaslaginn Njarðvík Keflavík á morgun og svo á mánudaginn. Hvað þá? Keflavík Tindastóll. Já. Í Keflavík. Í Keflavík. Það verður barist. Það er í byggarnum? Það er í byggarnum, já. 16. Heldur með þetta, óefnir hérna stólarnir að fá Keflavík úti. Já, 100% sammála því. Það verður erfitt. Benni banni. Keflavík er alltaf Benni banni. Keflavík sko. Trump spenntur fyrir háan. Ekki þeimleik. Trump spenntur fyrir háan félagslega. Já. Og hann þekkir Gianni og hann er sigurveri. Já. Þannig að það er bara svo liss. Þetta er svo gott til að byrja örstuð. Ég mun reyna að mæta ef ég get. Sjáum hvað gerist. Já. Sjáum hvað gerist. Það er náttúrulega hefur þess að skosku, hann náttúrulega þýsk skoskur. Rétt. Þannig að það er eins og það er Dóttar fútból, þakka fyrir sig, verið sæl.